Sælusöfnuður, við erum hér komið saman í dag til þess að kveðja Helgu Huldu Jónsdóttur, eða Huldu eins og hún var oftast kölluð. Við minnumst góðrar og hjartafélag konu. Ég votta ykkur öllum saman mínar, en þó sérstaklega fjölskyldunni sem hún syrgir, kæra náttúr. Ég bið þess að orðfrælsarans, ég er upplýstur lífið, sem trúur á mig að lifa þótt að degi, en ég verður öllum huggun í sorginu. En við skulum hefja þessa stund með signingu og bæn. Í nafni Guðs Föður, Sonar og heilags Anda. Látum oss biðja. Himneski Faðir, þú sem reistir son þinn frá dauðum, hjálpa oss að syrgja ekki eins og þeir sem ekki hafa von. En hjálpa oss að sigrast óttanum við dauðan í öruggri von upprís og eilíft líf. Lát oss vera minnum þess að þú telur daga voru, svo við með vaðlast veitur hjarta fyrir trúna á Jesú Krist. Blessa oss þessa stund í helgidómi þínum og lát oss finna huggun og styrk fyrir samfélagi við þig og þeim blessaður son Jesú Krist. Við biðjum í nafni hans. Amen.
Rísum á fætur og heyrum heilan Guðspjall sem hljóðar svo í Drottins nafni. Þá hvíldardagurinn var liðinn, keyptu þær María Magdalena, María móðir Jakobs og Salome Einsmist til að fara á smurinn. Og mjög ákveðinn fyrsta dag vikunnar sólarupprás koma þær að gröfinu. Þær sögðu sín á milli: hver mun velta fyrir oss steininum frá grafanum? En þegar þær líta upp sjá þær að steininn hafði verið velt frá henni, hann var mjög stór. Þær stíga inn í gröfinu og sjá ungan mann sitja hægra megin klæddan hvítri skikkju og þær skelldust. En hann sagði að þær skelldist eigi, því að leita Jesú frá Nasaretinu krossfesta. Hann upprisinn, hann ekki hér. Sjá þarna staðurinn, það sem lögð. Hann hljóðaði heilaga Guðspjall. Amen.
Hún fæddist hér á Ísafirði þann 23. júlí 1934. Foreldrar hennar voru Helga Engilbertsdóttir og Jón Benjamin Jónsson. Hulda var næst elst 5 barna þeirra. Eldri en Hulda var Ingibjörg sem því miður gat ekki verið hér í dag. Yngri systkini Huldu voru Vignir Örn, Jón Þór sem látinn og Margrét. Hulda ólst upp á Ísafirði. Líkt og algengt var með börn á þeim árum var Hulda send í sveit á sumrinu til frændfólks síns í Álftafirði. Sagði Hulda oft sem barn að hún ætti aldrei afmæli. Hún var alltaf í sveit með afmælisdaginn og ekki mikið að haldið væri upp á afmæli þar. Var þetta öðrugt í systkini hennar sem öll voru fædd á öðrum árstíma og fengu sín afmæli. Hulda gekk bæði í barnaskóla og gagnfræðaskóla hér á Ísafirði, en eftir að skólagöngu lauk vann hún sem kaupakona á Bakka í Hnífsdal. Hún fór síðar á Síld á Siglufirði með Helgu móður sinni og aftur seinna með nokkrum vinkonum sínum. Þegar Hulda vann sem kaupakona á Bakka fór hún að taka eftir ungum manni, Jóni Kristmannssyni sem flestir kölluðu Jonna Kristmanns. Kynnin að Jonna átti að verða afdrifarík því að ástarneisti kviknaði milli þeirra og fóru þau að vera saman seinni hluta árs 1953. Jonni var sonur hjónanna Kristmanns Jónssonar og Bjargar S. Jónsdóttur. Þau Hulda og Jonni giftu sig á gamlársdagar 1957. Fyrst bjuggu þau í Borgötu 6, en árið 1958 byrjuðu þau að byggja sér hús við Seljalandsveg 36. Þangað sem þau fluttu árið 1961. Hulda og Jonni eignuðust 5 dætur. Elst Kristín, fædd 1956. Hennar maður Guðmundur Stefán Maríasson og eiga þau 2 dætur, Írisi Maríu og Söru Jónu. Næst Helga Birna, fædd 1960. Hennar maður Gunnar Bjarni Ólafsson, eiga þau 3 börn, Helgu Guðrúnu, Jón Ólaf og Atla Þór. Í miðinni Björg Bryndís, fædd 1962. Fyrrverandi maður hennar Guðjón Már Þorsteinsson og eiga þau 3 börn, Kristínu Huldu, Thelmu Björg og Gaut Arnar. Fjórða dóttirin Margrét Brynja, fædd 1965. Yngst Þórdís, fædd 1974, hennar maður Höskuldur Bragason, eiga þau 3 dætur, Hafdísi Báru og Brynju Dís. Fyrir átti Höskuldur dótturina Elvu Björg. Ættbogi Huldu og Jonna eru stór. Barnabörn eru 11 og barnabarnabörnin orðið 15. Huldu þótti mjög vænt stóra fjölskyldu sína og sístækkandi afkomenda hóp og sýndi þeim kærleik sinn í verki. Heimilið var griðastaður Huldu og þar leið henni best. Hún bjó Jonna og dætrunum öruggt og kærleiksríkt heimili og stóð sig vel í barnauppeldi. Heimilið var alltaf opið fyrir gestum, hvort sem það voru vinir eða ættingjar, og sérstaklega var vinsælt að koma í heimsókn á Seljalandsveginn á laugardögum þegar bakaði Hulda. Gjarnan hljómuðu ósköru sjúklinga í útvarpinu við baksturinn og oft var sungið með á meðan hjónabandssælan bakaðist í ofninu þegar kleinurnar voru steiktar. Hulda hafði gaman að syngja og kunni ógrynni að texta. Með stórt heimili hafði Hulda mikið að gera í heimilishaldinu, en hún vann líka ýmis störf utan heimilisins, til dæmis við fiskvinnslu. Hulda og Jonni keyptu þurrhreinsun sem þeir átti í nokkur ár, en eftir það fór hún að bera út póstinn og seinna vann hún á pósthúsinu, allt hún hægt að vinna 67 ára gömul. Hulda og Jonni voru bæði vinnusöm og vinnan skipaði stóran sess í lífinu. Þau gáfu sér samt tíma til að njóta frístunda með fjölskyldunni og var það oft farið í ferðalög sem Hulda hafði mjög gaman af. Þau hjónin ferðuðust mikið bæði innanlands og utan. Innanlands var gjarnan farið í útilegur og einnig bústaði
Ferðuðust þau víðs vegar landið oft, voru barnabörnin með í för. Hulda og Jonni fóru einnig mikið til útlanda, til dæmis í bændaferðir, sigldu með Gullfossi í Kóraberg með sunnubótum, fóru til Kanarí og Færeyja svo eitthvað sem nefnt. Hulda og Jonni áttu sér sameiginlegan sæluleik í Hestfirði. Þar byggði Jonni sumarbústaðinn Baldurshaga með bræðrum sínum þegar hjónin keyptu seinna þeirra hlut í bústaðnum. Huldu þóttu gott að vera í Baldurshaga og þótt ekki tiltökumál að hafa með sér heilan her af barnabörnum sem oft kom fyrir. Þau Jonni elskuðu einnig að vera tvö ein í bústaðnum og voru þá yfirleitt að dunda við eitthvað eða hlúa að. Dætrum þeirra og fjölskyldum þótti einnig gott að vera í Hestfirðinum. Þar var oft glatt að hjalla og lengi hefur tíðkast að stórfjölskyldan verði í Vesturmannahelginni þar saman. Hulda var mikil hannyrðakona, mjög flink í höndum. Þegar dæturnar voru litlar saumaði hún og prjónaði öll föt á þær. Seinna hélt hún sig út í útsaum með fílt og perlu og liggi eftir hennar mörg falleg verk eins og til dæmis jólasokkar sem hún saumaði fyrir öll ömmu og langömmubörnin. Margir í fjölskyldunni eiga einnig fallega jólatrésdúka sem Hulda saumaði og alls konar útsaumsmyndir. Þegar Hulda átti lausa stund fannst henni gott að vera í bók. Hún las mikið, ástarsögur og reifar voru í mestu uppáhaldi og henni þótti alltaf spennandi að fá bók í jólagjöf. Hulda var líka mikil útivistarmanneskja og naut þess að fara á gönguskíði og í langar gönguferðir. Á sumrin nutu þau Jonni þess saman að hlúa að garðinum á Seljalandsveginum sem alltaf var mjög fallegur og þegar fór á hausta fannst Huldu gaman að fara í berjana. Hjónaband þeirra Huldu og Jonna var farsælt. Þau bjuggu saman á Seljalandsveginum þar til Jonni lést eftir stutta barn með krabbamein árið 2013. Andlát Jónar var Huldu þungbært og árið seinna ákvað að selja húsin þeirra á Seljalandsvegi og flutti á Hlíð. Síðustu 2 árin hefur hún búið á hjúkrunarheimilinu Eyri. Þar fékk hún hægt andlát umkring ástvinum sínum þann 10. maí síðastliðinn 88 ára aldri. Á Eyri fékk Hulda frábæra umönnun og vilja aðstandendur koma á framfæri kæru þakklæti til starfsfólks á Eyri. Hulda trúði á góðan Guð. Hún hvílir nú í hans hendi. Minnumst þess að svo elskaði Guð heiminn. Hann gaf son sinn til að hver sem á hann trúi glattist ekki heldur hafi eilíft líf. Enginn lifandi maður veit daginn eða stundina sem honum hægt að kveðja þennan heim. En við getum treyst því að Jesú Kristur dó fyrir okkur til þess að við mættum lifa. Hlið eilífa lífsins hefur blóðvist upp fyrir Huldu og hún nýtur nú samvist við Jonna og aðra drifna ástvinni. Eftir sitja ættingjar og vinir og rifja upp góðar minningar. Látum þær góðu minningar vera okkur huggun í sorginni. Blessuð sé minning Huldu. Ég les nú kveðjur sem fjölskyldunni hafa borist. Íris María, barnabarn Huldu sem stödd í útlöndum, sendir innilega kveðjur. Það ger einnig Rakel, Kata Kristín, Ari og Eva. Vilhelm, Sigrún Helga, Hafrún Emma og Gunnar Óli senda kærar kveðjur frá Húsavík. Hrafnhildur, Mikael, Helga Birna og Elma Kristín senda kærar kveðjur frá Óðinsvík. Brynjadís Höskuldsdóttir sendir kærar kveðjur. Kæru vinir, þegar athöfninni hér í Ísafjarðarkirkju er lokið, verður Hulda jarðsett í réttarhaldskirkjugarði við hlið Jonna eiginmannsins. Fjölskylda Huldu vill koma framfæri þökkum fyrir auðsynda samúð og vinarhug og býður öllum athöfnarkrokkinu til Efri-Kirkju og Öllförusalnum. Að lokum vil ég biðja almáttugan Guð að styrkja og styðja fjölskyldu og vini Huldu í sorg sinni. Guði sé heilur og dýrð aldir alda. Amen.
Látum oss biðja. Við þökkum þér, himneski Faðir, að við erum koma fram fyrir þig á stundum gleði og hamingju og leita til þín þegar sorgin þjakar. Ein bænir vorar þegar við vilt blessun til handa Helgu Huldu Jónsdóttur, systur vorri sem við berum þér. Í trú á þig höfum við stigið yfir frá dauðanum til lífsins. Styrk þá sem hér kveðja og veit leiðsögn á komandi tíma uns við söfnumst öll frammi fyrir þér. Heyr þær bænir í Jesú nafni. Amen. Allar bænir vorar felum við í þeirri bæn sem Drottinn hefur kennt oss og biðjum öll saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, þig komið til ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort dagligt brauð og fyrirgef oss våra skuldir, svo sem við og fyrirgefum våra skuldir. Eigi leið oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Lofaður sé Guð og Faðir Drottins vors Jesú Krists, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krists og dauða. Jesús sagði, ég upprisun og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Af jörðu ertu komin. Að jörðu skaltu aftur verða. Af jörðu skaltu aftur rísa. Veit henni Drottinn þína eilífu hvíld og látið eilífa ljós lýsa henni, hún hvíli í þínum friði. Amen.
Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Amen.
Would you then